Komið sæl, við í Augnabliki Iðnaði erum komin hérna fyrir framann Prentmennt Odda og við ætlum að hitta hann Svan Jóhannesson. Hann ætlar að segja okkur frá nýju bókinni sinni Prentsmiðjubókin. Svanur Jóhannesson, velkomin í Augnabliki Iðnaði. Já, þakka þér fyrir. Gaman að fá þig hérna, við erum staddir hérna í Prentmennt Odda og fáum að fræðast aðeins fyrirtækið og en aðalega langar mig að fá að vita Prentsmiðjubókin sem var að koma út. Ef þú segir mér svona aðeins frá tilurð þeirra bókar. Já. Það er bók sem er eftir þig. Já, það er dálítið aðdragandi af því. Já. Það byrjaði 2014, þá gaf ég út smá kver svona með sagt frá 130 prentsmiðjum sem að ég átti bók úr hverri prentsmiðju, altså í svona einkasafni. Já. Við köllum það prentsmiðju eintök vegna þess að það var gamall prentari sem að fann upp á því nafni að hann vildi fara nokkrum árum áður að safna svona fyrir bókasafnprentara sem við vorum í nefnd allir saman og síðan þegar að ég var búinn að fara yfir svona mest allt svona bókaprentsmiðju sviðið þá voru þetta alls 130 prentsmiðjur og þetta var 2014 og árið eftir hún seldist strax upp. Þetta voru ekki mörg eintök en ég lét prenta í viðbót eitthvað 150 og það er löngu uppselt sko. Nú síðan þegar það kom fram á árið að þá fórum við að hugsa ég að hugsa að reyna að hafa upp á fleiri prentsmiðjum. Ég vissi það að voru margar prentsmiðjur sem voru bara í því að prenta blöð og ég vissi það að það væru til gömul blöð úr prentsmiðjum hingað og þangað út landið og það væri til hjá bókasafnurum. Kom mér í sambandi við Þorstein Jakobsson sem hefur hjálpað mér mikið og hann fékk þetta hjá öðrum bókasafnara og hann fékk það upphaflega frá gömlum safnara sem var Björn Jónsson prestur frá Húsavík. Hann þekktur bókasafnari, var hérna á Holtinu, Grímsstaðaholtinu þar í húsum. Og þetta safn okkar, þetta var grunnurinn að bókinni. Að safna eintökum úr hverri prentsmiðju. Síðan náttúrulega gátum við fyllt upp í þetta með því að fara inn á tímarit.is og það hefur alltaf bæst við það safn mikið undanfarin ár. Akkurat. Þetta eru svona grundrögin að því ég hélt áfram og það endaði á því að þetta voru 395 held ég sem í þessari nýju bók. Næst í 400 þá stykki. Já. Það er ekkert smáttur í. Þegar ég var búinn að safna svona og skrifa prentsmiðjur sem voru nú þegar eftir að Íslendingar tóku nú aðalega við prentuninni. Það var mest prentað út í Danmörku á fyrstu öldunum. Að þá vissi ég það að það var svo lítið eftir. Ég hafði ekki heyrt að skrifa gömlu prentsmiðjurnar en ég bætti þeim við. Þannig að það var lítið verk að bæta því við og þá var ég komið með allt safnið sko, alveg frá byrjun. Það er 1530 sem að fyrsta prentsmiðjan kemur hingað. Og þetta eru prentsmiðjur út allt land. Við heyrum í síðasta viðtali eina með þess að standa á Breiðafirði á tímabili. Jú. Það eru út allt land þessar? Já, þetta er sko
það var alllengi sem var bara ein prentsmiðja á landinu. Já, sem færðist. Og það var á Hólum. Síðan fer hún frá Hólum að prentarinn sem að Jón Arason fékk til Íslands með tæki, prenttækin sín. Hann var kallað Jón Sænski og Matthíasson, og hann var líka prestur. Og hann fær hann fær sem sagt verður prestur á Breiðabólstað í Húnaþingi. Já. Og það sem sagt næsta sem að hún fer frá Hólum þangað. Þar sonur hans, Jón Jónsson, sem að lærði prent hjá pappa sínum og tekur við á honum. Síðan deyr gamli maðurinn, Jón Sænski, og þá kominn þarna Guðbrandur Þorláksson sem seinna var biskup á Hólum. Já. Og hann eiginlega fær áhugann hjá syni Jón Sænska. Og þegar hann verður biskup þá var hann bara prestur á Breiðabólstað. Hann verður prestur á Breiðabólstað eftir Jón Sænska. Og þegar hann verður biskup á Hólum þá semur hann við Jón Jónsson, son Jón Sænska, og fær prentsmiðjuna að Hólum. Þá var hann komin aftur að Hólum. Og þar hún alllengi, alveg til, minnir mig, ég man ekki hvort það var 1799 eða eitthvað svoleiðis. Og það næsta sko, það var mikil saga prentfrelsi í Evrópu. Já. Og það gengur yfir alla Evrópu að menn voru að losa höftin. Þetta var njörva niður þannig að menn gátu ekki stofna prentsmiðju nema að fá leyfi hjá konginum. Það var svona alveg frá byrjun. En úti í Danmörku þá gekk yfir einhver svona frelsisbylgja. Þetta var, ég man nú ekki hvað númer var á konginum, en þetta kemur til Íslands, þessi bylgja. Það var íslenskur maður sem hét Ólafur Ólavíus, kallaði þessi dönsku svona slettinafni. Og það hann sem að sækir leyfi til þess að stofna prentsmiðju í þessu ástandi sem var sko eitthvað frelsi í prentun. Og hann sem sagt fær leyfi, og það þá sem að byrjar í Safsi. Og þá allt í einu orðnar 2 prentsmiðjur. Það fyrsta sinn sko. En nú síðan heldur þetta áfram og hún hætti nú 1700 eitthvað, 88 minnum eða eitthvað. Ég ekki alveg með ártölin á hreinu. En síðan síðan skal ég segja flytur prentsmiðjan á Hólum. Hún var síðast í algerri niðurníðslu og Guðbrandur var gamall og það skal ég segja þér að þá sýslumaður fyrir norðan, maður sem að flestir þekkja nú Íslendingar, Skúli Fógeti. Hann nýbúið að skrifa ævisögu hans. Og ég las einmitt í henni að þá honum rann til rifja hvað Hólar voru niðurnýttir, hvað var það í prentsmiðjuna, og vildi flytja hana til Reykjavíkur. En hann fékk því ekki ráðið. Hann byggði hins vegar upp iðnaðarhverfi í miðbæ Reykjavíkur. Síðan sameinast loksins, þá leggst niður prentun á Hólum, og það flutt í Leirárgarða sem þarna í skal ég segja rétt fyrir ofan Akranes eða Melasveit. Það rétt hjá. Þar var Magnús Stephensen sem seinna var í Viðey, en sem sagt að þá var Hrafnsey eiginlega hætt
minnir mig, og þá hérna sem sagt sameinast Hólar og Leirárgarðar. Síðan eyðilegst nú einhver leyti prentsmiðjan því að Leirá flæddi yfir bakka sína og braut niður prenthúsið. Og þá það sem þeir flytja á næsta bæ, þar var prentarinn. Sko það verður að hafa það í huga að prentarar á þessum tíma, þeir voru allir bændur og þeir gátu ekki lifað af prentverkinu. Og þess vegna heimtaði prentarinn hann bjó á Beitistöðum, það var næsta jörð við Leirárgarða. Hann heimtaði að fá prentverkið flutt heim til sín, því að hann vildi ekki sleppa jörðinni, sko. Og það var gert. Þá hættir hún á Leirárgörðum, en þú tekur eftir að þetta allt sama prentsmiðjan, sko. Hún fer frá Hólum, hún fer á Leirárgörðum og tvær þegar Hrafnsey var stofnuð, hún hættir, og í Leirárgörðum fer hún í Viðey þegar Magnús flytur þangað. Í millitíðinni, þegar þetta flæddi þarna og eyðilagði prenthúsið, þá Magnús bjó á bæ sem hét Innri Hólmur, með rétt fyrir hann Akranes. Þangað var bókbandið flutt. Það ekkert inn í sögunni, en ég búinn að komast að því við bókbindararnir. Og ég skrifa sérstaklega það þarna, það eina bókbandi sem í bókinni. Vegna þess að mér fannst að þurfa að vera þarna, vegna þess að þetta var sameinað prentinu, sko, fyrir norðan og alla tíð, og það yfirleitt, sko, eru prentsmiðjurnar í undanfarið, til dæmis Ísafold, Prentmet, Oddi, þetta var allt með bókband, sko, bókbandsdeildir. En áhugi þinn á... En það ekki alltaf, sko, stundum það bara prent, stundum það bara bókband. En áhugi þinn á þessu sögunni og koma út bók, og þú hefur nú starfað við þetta í gegnum tíðina eitthvað. Þú segir okkur aðeins frá því líka. Hvernig þetta í þessu? Ég fór að læra bókband 1947. Já. Það svona rétt eftir stríðið. Og ég fermdist lýðveldisárið, 44. Og fer strax að læra, ég er 18 ára, og þá ég sem sagt held ég að verið þriðji lærlingurinn í Bókfell sem að þeir keyptu hérna í Prentmet fyrir nokkrum árum. Og þeir eru allir dánir nema ég. Og meistarinn minn, hann dó mjög ungur, hann var ekki orðinn 50 þegar hann dó. Hann fékk nú heila ærsli eitthvað. En og sonur hans sem að tók við, hann bara dó í fyrra. Og verkstjórinn Guðmundur líka. Og starfaðu við þetta bara alla tíð? Ég eiginlega starfaði við þetta í alla tíð. Og þangað til að ég réði mig sem skrifstofumann hjá Félagi bókagerðarmanna 1981. Var það svona... Ég var lengi, formaður Bókbindarafélagsins nokkur ár. Síðan hætti ég í þessum félagsbörfum í nokkur ár, og síðan urðu kosningar þegar að Bókagerðarfélögin sameinuðust 1980. Þá hellti ég mér út í kosningar og vann þær örugglega. Skemmtilegt. Síðan var ég þar í 16 ár held ég. Og þaðan, sko, ég hætti þegar að félagið var eitthvað 100 ára, þarna prentarafélagið, sko, eða sú deild. Þá setti ég upp verkstæði. Loksins komst ég í það. En svona fyrir þá sem er búin að reikna í huganum, og þú fendist 1944 og árið 2020 í dag og varst ekki út bók, það nokkuð vel að verki staðið? Já, ég er nú eiginlega alveg hissa. Ég var svona heila hálfpartinn á handahlaupum í þessu síðustu metrana, sko. Þetta var dálítið erfitt. En sonur minn hefur hjálpað mér voða mikið. Já, frábært.
Hann svona umbrotsmaður og ef þetta væri ekki komið svona ef hann hefði ekki verið sko og eins þessi safnari þarna, bókasafnarinn Þorsteinn Jakobsson að við höfum unnið vel saman sko. En hefur bókaáhuginn verið alveg frá blautu barnsbeini? Já, eiginlega sko. Pabbi minn hann átti nokkra bækur en Jóhannes úr Köllum og hérna en fyrstu árin sko fyrir stríðið þá náttúrulega ólst ég upp í kreppunni. Já, einmitt. Og hann átti ekki einu sinni bækurnar sem hann voru í hillu fyrir ofan, það voru Íslendingasögurnar, hann hafði fengið að lána þær. Já. En svo eftir að við flyttumst austur í Hveragerði og hann byggði sér hús þar. Þetta var nú ódýrt í byggingu fyrstu húsin þarna. Þetta var hlaðið úr Holsteini og þar eignast hann eiginlega smá bókasafn. Hann verður alþingismaður, smá tíma og er þá í Reykjavík eitthvað og ég man alltaf eftir því sko, hann keypti sér bókaskáp og ég hafði mikið ná að skoða þess að hann keypti sér líka dálítið af gömlum bókum. Þetta var dálítið svona gaman að. Já, ég trúi því. Og hann sem sagt verður óvart eiginlega, hann var varamaður Einars Olgeirssonar sem kannski margir þekkja og þegar Einar Olgeirsson er tekinn fastur og fluttur nauðung til Bretlands í fangelsi þá tók pabbi við sem þingmaður fyrir hann, sko, hann var varaþingmaður. Þannig að þú ert með bókaáhugann bara í blóðinu og senda það fram svoðinn og það vel gert. En hvað er svona, hvað myndir segja að heillaði við bókbandið og við bækur og hvað er það sem að? Já, það er bara útlitið og margs konar útlit. Það er líka svona hvernig síðurnar eru prentaðar. Líka þetta er allt sameinað sko, þetta eru svo margar iðngreinar upphaflega. Ég hef verið að skoða til dæmis núna þessar bækur sem ég hef verið að kaupa, þessar gömlu bækur, alveg ótrúleg fegurð í sumum myndaopnum sem eru í þeim og síðan er náttúrulega eru bækur, þær eru byggðar upp á svona listrænt séð. Þetta kemur, þetta er sko, býtum nú við hvað hét hann nú eftir listamaðurinn sem að byggði í Róm, þannig að sko það er ákveðin hérna byggingafræði, hvernig hús líta út og það er hérna ákveðna reglur fyrir útliti. Þannig eru bókasíður hérna til dæmis titilsíður og ýmislegt svoleiðis og þetta fylgir alveg inn í bókbandi líka og þú getur séð til dæmis ef þú ferðast mikið Evrópu í gamlar borgir og þú kíkir á húsin þá getur þú séð sömu munstrin í hérna undir þakstekkinu á húsum frá því á 19. öld eða 18. öld eins og er notað í svona leturlínum eða skrautlínum sem eru notuð í prenti og bókbandi. Það er eins. Já, það er bara sömu munstrin sko. Þetta rakið mig á þegar ég ferðaðist gamla borgir. Þegar ég fæ bækur að gefa jól og svona, mér finnst alltaf lyktin eitthvað. Það er eitthvað, þeir opna nýja bók. Já. Finnur þið það? Já. Það er eitthvað við það. Já, það er náttúrulega lyktin af líminu. Já. Og hérna, og svo líka það er sérstaklega blöðin, að þau lykta af leysefnum. Og þetta er stórhættulegt sko. Já, en ég ætti kannski að hætta þeirra bókunum. Sko, ef þú flettir mokkanum á mótnana sko, lengi og ert alltaf með hann og þá verður allt svart sko.
kemur, ég hafði undirlegg svona á borðinu, það var alveg svart og þetta menn ég töluvert sko unnið í sambandi við leysefni í prentinaði. Það svona einn anginaði sem var mitt starf. Já. Ég greip hérna með mér. Þetta heitir gallagripur eða himnasending. Já. Og þarna sérðu prentvél. Já. Þetta gefið út 1995? Já, Internistofnun, Prentarstofnun. En ég varð fyrir því að ég fór á hérna svona ráðstefnu til Danmerkur og hérna og hérna getur við séð þegar að Svanur Jóhannesson reynslan af þessum tilraunum var fljót að berast yfir Atlantsála til Íslands og Svanur Jóhannesson hjá félagi bókagerðarmanna og fleiri fóru að gera svipaðar tilraunir. Þetta kom þannig til að Danir þeir fóru að taka eftir því að danski prentara þeir eru allir heila skaðaðir eða þeir voru búin að vinna nokkur ár í prenti. Og þá kemur upp það að það stór hætta öll þessi leysefni sem prentar að nota við að hreinsa vélarnar. Terpentína og miklu hættulegri efni eins og tólúen og mörg efni sem voru krabbameinsvaldar. Þetta vissu prentar ekki neitt um. En þegar ég kem inn í þetta og fer í samvinnu við Danina, þá kemur allt í einu maður, danskur prentari, og hann kemur með svona glerplötu inn á sviðið og sýnir þeim hvernig á að hreinsa með sojaolíu. Hann notaði bara svona venjulega matarolíu og það gaf góða raun. Og ég var fljótur að taka þetta eftir þessu og þegar ég kem heim þá vorum við með námskeið hjá Vinnueftirlitinu. Þetta binst líka þarna 1981-2, þá var Vinnueftirlitið stofnað og það var alveg á sama tíma. Og ég var með það voru eitthvað 20 manns á námskeiði hjá þeim. Ég fór með og var búinn að undirbúa í Iðnskólanum að prentaran þar að ég kæmi daginn eftir með allan hópinn og við skildum sýna þeim hvernig þetta hreinsa með sojaolíu. Þetta hreif. Já, ég trúi því. Og ég fór bara í kildabúð og keypti eina flösku af sojaolíu. En þetta vatt svo upp á sig að þú getur séð það í bókinni, sko. Að við vorum farnir að kenna jafnvel Norðmönnum, sko. Hvernig þeir ætti að... En þú er greinilega, einhver sagði mér að það var nú bara frekar stutt síðan og hættir að bera út blöðin í Hveragerði. Það var nú bara djók, sko. Það var bara þannig að hann Orri hjá Mogganum, við vorum eitthvað að gantast, svona. Já. Og ég sagði honum einhvern veginn í lokin, sko, að ég sko sótti fréttablaðið fyrir svona botlangi svona sótti fréttablaðið út í kassa og sagði honum að ég væri að bera út blöð líka og hann kom með þetta í viðtalinu. Það var fyrir nokkrum árum, sko. En svo endaði það var viðtal við mig á einhvern tíðan á sunnudaginn. Og svo hinn sunnudaginn og þá endaði ég á því ég meira að segja hættur að bera út blöð. Þetta var bara fréttablaðið, sko. Ég hættur í, sko. En næsta bók í bígerð eða? Já, það liggur nú við. Já, það liggur við. Það kemur í ljós. Já, við erum byrjaðir, sko. Já, auðvitað, ég vissi það. Vissirðu það? Nei, með grunna. Nei, já. Menn hætti ekkert svona. Sko ég get alveg sagt þér frá því, sko, að
það hérna búið að biðja mig að sjá útgáfu á hluta af þessu sem var í bókinni minni. Já. Sko, það Vestmannaeyjar, að það þá bara tekið út úr þessari bók, svo skrifa ég formála og hef sér heimildaskrá með, þannig að þeir fengju sitt hefti. Já, bara sína sögur. Þetta bara svona, já, sína sögur, sko. Hún byrjar 1917 og það sem athyglisvert vita að sú prentsmiðja sem þeir keyptu sko fyrst 1917, að hún fluttist til Íslands 1800 og líklega einhvern tíðan á milli 70 og 80 eða líklega 70 eða nær 80, 1780. Þá það þessi frægi Jón Ólafsson sem að barðist mest fyrir prentfrelsinu, margdæmdur alveg, og var að flýja land tvisvar sinnum. Að hann skal ég segja þér honum fannst sveið það eitthvað að hann var fluttur austur á land á Eskifjörð. Hann var bróðir Páls Ólafssonar skálds og hann fær Pál til þess að sækja prentleyfi þegar það þurfti að sækja ennþá til kóngsins, og Páli tókst það að fá leyfi, en Jón nýtti sér það og siglir til Danmerkur og kaupir prentsmiðju og kemur með hana siglandi á Skonnortinni Soffíu til Eskifjarðar, setur prentsmiðju þar upp, og fyrsta prentsmiðjan á Austurlandi. Þeir á Norðurlandi, þeir börðust á móti því að hann setti upp prentsmiðju á Austurlandi. Það var sko til prentsmiðja á Akureyri sem hét prentsmiðja Norður og Austur undæmisins, og þeir voru ekki að hrifnir að því að Austfirðinga væri eitthvað að fara að hreyfa sig og unn á móti því að Jón sett upp, en hann hafði það í gegn að koma þar upp prentsmiðju, og síðan urðu margar, aðalega á Seyðisfirði í framhaldinu sko. Þetta spennandi. Það hægt að lesa þetta inn í bókinni. Já. Og margt annað. Jú, það margt annað. Það Svanur Jóhannesson, þetta búið að vera alveg frábært spjall og gaman að fá að tala við þig, og ég hlakka til að kíkja í Vestmannaeyjabókina. Já. Takk fyrir. Takk fyrir, sömuleiðis.